Motorsport á Stöð 2. Í boði Toyota. Táknum gæði. Sonax bílabón. Mest selda bón á Íslandi. Komið sæl, Birgir Þór heiti ég og þið að horfa á þáttinn Toyota Motorsport hér á Stöð 2. Aðalefni og einað efni þáttarins í kvöld er BF Goodrich torfæran fyrri umferðin í heimsbikarkeppni sem framfór á laugardaginn var í grenjandi rigningu og þar voru átökin mikil og allt lagt í sölurnar. Keppnin hófst klukkan 10 morguninn, ekna voru 2 þrautir og þá gerðist þetta hjá Gunnari Egilssyni. Hann valti gegnum endamerkið, náði öðrum besta tímanum, fekk 270 stig fyrir þrautina en varð að hætta keppni þar sem að hraðinn var mikill og þessi lending hér var mjög harkaleg þannig að veltibúru skemmdist og Gunnar varð að láta sér það lynda að horfa á þennan daginn. En hvað er eiginlega að gerast, Gunnar? Klúður. Þetta er að koma núna í ljósa sem hafa búin að vera bent á með tímabrautir, það eru hættulegastar í þessu. Það eru lagðar mikið af þrautum í þetta og við þurfum að keyra mjög grimmt til þess að ná hraða og það endar einhvern veginn, þetta er það hættulegasta í þessu. Ég er búin að vera að benda á þetta núna í allt sumar. En eins og sjáum að þá er búrið verulega skemmt hjá honum. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. Fjölmargir áhorfendur fylgdust með bráðskemmtilegri keppni en eins og ég sagði áðan þá byrjaði klukkan 10 og ekna voru 2 þrautir fyrir hádegi en eftir hádegið voru eknar 6 þrautir. Í tímabrautinni náði Gísli Gunnar Jónsson besta tímanum og fekk 300 stig og staðan í sérútbúnarflokknum að lokinni fyrstu þraut var svo að Gísli Gunnar Jónsson leiddi með 300 stig, Gunnar Egilsson var með 270 stig, Haraldur Pétursson 250, Ragnar Skúlason 230 og Ingimar Björnsson með 220 stig. Þessi keppni fer fram í bólöldum, gryfjum sem liggja rétt ofan Sandskeið og þarna er keppt margsinnis en gryfjurnar breytast mjög vegna efnistöku sem er stanslaust í gangi þarna. Fyrirfram gerði ég persónulega ráð fyrir því að Pétur Pétursson myndi blanda sér í toppbaráttuna. Hann er litríkur keppandi, ungur að árum aðeins 19 ára en fyrir keppnina þá bilaði hjá honum stýrið. Þetta var í lagi hérna í morgun, svo var ég að fara að keyra upp yfir og fara að stilla upp, þá klikkaði hann, þannig að það verður bara að vera skiptum. Þannig hann tapaði strax 60 stigum fyrir það að þurfa að fara aftur fyrir í tímaþrautinni. Pétur Pétursson fekk þar að leiðandi fá stig í þessari þraut. Hann fekk aðeins 60 stig fyrir tímabrautina í annarri braut veltan og orðinn vanur. Pétur, þú ert greinilega vaknaður. Ég er vaknaður, sko. Það er bara að reyna að vinna upp 60 stigin sem ég tapaði þegar að fara aftur í fyrir fyrstu þrautinni. Maður er að reyna það. Og í þriðju þraut þá satt hann fastur á fyrsta kampi, fekk aðeins 40 stig þarna og nú var það bíta á jaxlinn. Hann ætlaði sig greinilega ekki að fara aftur fyrir sig þarna og þorði því ekki að standa í þetta barð. Í 7. þraut þá gerist þetta. Fann ekki bakkirinn og drap á og gat þar að lenda ekki bjarga sér frá þessu. Við skulum aðeins setjast með honum og sjá hvernig þetta lítur út frá honum. Pétur fer ekki verið leiður á? Það líkur við. Ég bara fann ekki bakkinn og það hefði verið rosalega sætt að finna núna. Alveg rosalega sætt. Það er nokkuð ljóst að toppökumenn í torfærinni verða að horfa á Pétur Pétursson í framtíðinni því þetta er vaxandi keppnismaður og á örugglega eftir að blanda sér í toppbaráttuna á komandi árum. Þraut nr. 2 og Helgi Sjött, við förum nú í keppnina sjálfa. Helgi Sjött gerði þarna mistök, þurfti að bakka og tapaði 40 stigum.
og síðan kemur hér barðinn í cirka miðri braut og hann fær ekki nema 140 stig. Þá það Haraldur Pétursson. Hún var létt í upphafi þessi braut, byrjaði bara beint upp bakkan hjá sérútbúnaflokknum. Haraldur gerði þetta snirtilega þegar hann kom þetta niður barðið, fær hér 160 stig, komið 410 alls. Nú ekki var að sjá annað en að öllum keppendum líkaði þetta fyrirkomulega að byrja klukkan 10 og taka fyrst 2 brautirnar og síðan hef ég aftur keppni klukkan 1 og vera búnir 4 leytið. Gísli Gunnar Jónsson fær 170, komið 470 eftir 2 brautir. Áhorfendur sem mættu á staðinn voru líka mun sáttari við þetta heldur en að þurfa að bíða í 5 til 6 og upp í 7 klukkutíma eftir úrslitum í torfærinni. Ásgeir Jamil Allansson. Hann fær 160 stig, 350 stig er hann komið, fekk 190 stig í tímabrautinni. Og þá það Sturla Jónsson. Sturla gamal reynd kempa úr torfærinni. Hefur unnið að því að smíða þennan bíl af vanefnum nú í vetur og í sumar og nú komið með mjög aflmikinn hreyfil. Kannski aðeins og aflmikinn, 160 stig hérna, 350 eftir 2 þrautir af 600 mögulegum, það ekki há stigatala. Þá það Ingimar Björnsson. Hann eins og Pétur Pétursson ungur í torfærinni og hann á örugglega eftir að kitla þá Gísla Gunnar Jónsson, Harald Pétursson, Helga Sjött og Einar Gunnlaugsson og Gunnar Egilsson í slagnum Íslandsmeistaratitilinn á næsta ári og jafnvel eftir að hafa áhrif á það hver verður Íslandsmeistari en síðasta umferðin fer fram miðjan septembermánuð á Hellu en 4 eiga nú möguleika að verða Íslandsmeistari því hann verður bara einn í þessum flokki. Gísli Gunnar Jónsson þarf 4. sætið að minnstakosti gengi út frá því að einhver þriggja, Haraldur Pétursson, Einar Gunnlaugsson sem hér á ferð og eða Gunnar Egilsson lendi í 1. sæti. Þessi 3 síðast töldu verða þó að ná 1. sætinu því að lendi þeir í 2. sæti þá alveg sama hvar Gísli lendir. Hann nú þegar kominn með 63 stig í keppninni og hefur nokkuð góða forystu. Og Einar Gunnlaugsson var sá eini sem virkilega reyndi hérna að fara upp barðið en hann bakkaði einu sinni og tapaði þar 40 stigum. Gísli Gunnar Jónsson leiðir með 60 stiga forskot á Harald Pétursson, Ingimar Björnsson í 3. sæti, Ragnar Skúlason í 4. og Ásgeir Jamil Allansson í 5. sæti. Og þá var klukkan orðin 1 og keppni hófst aftur. Hér Pétur Pétursson að fara yfir bar sem að hér Haraldur Pétursson að fara yfir bar sem að Pétur Pétursson þorði ekki almennilega í á undan honum. Mikill og langur hliðarhalli og upp á brúninni eru 2 eða 3 hlið sem að hægt að veljum. Aðeins 1 rétt og Haraldur Pétursson fipast hérna. Var ekki alveg viss í hvort hliðin átt að fara og fer því hér hálfur út fyrir í hliðin og tapar 50 stigum sem að eiga eftir að verða dýrkeypt þegar að lengra kemur í þáttinn. Þið sjáu það, hann fær 70 refsistig þarna, 150 stig út úr þrautinni. Það var Sigurður Axelsson. Hann sigraði í fyrri umferð heimsbikarkeppninnar á síðastlinu ári en átti nú talsvert á brattan að sækja hérna, drepur á. Hefur þó mínútu til þess að koma bílum í ganga aftur og komast að stað, já. Gríðarlega öflugur bíl hjá honum. Snertir hérna dekk og tekur á sig 20 stiga refsingu. En hvað, situr svo hér fastur og sendir reykjarmerki frá sér, hann fær aðeins 90 stig fyrir þessa braut. Þá það Gísli Gunnar Jónsson. Já, hann komin upp á barðið. Tekur þó dekkið þarna á 20 í mínus. Og þá spurningin að hitta í rétt hlið. Það gerir Gísli og síðan aðeins síðasta barðið eftir. En hann reyndi ekki að fullu afli þarna. Hann var ábyggilega viss það að hann færi aftur fyrir sig 210 stig, 680 alls. Fær 20 refsistig þarna á móti 70 refsistigum hjá Haraldi Pétursinni. Það munar 50 stigum á því hvað Gísli fær fleiri stig en Haraldur. Sturla. Þarna svolítið nett upp fyrir dekkið. Já, þetta refsilaust. Vel gert hjá Sturlu. 220 stig.
Þriðja þraut, Ingi Már Björnsson. Vel gert hjá honum. Hann virðist ætla að vera refsilaus hérna í brautinni. Já, 220 stig, komið 600 alls og komin upp í annað sætið. Ragnar Skúlason. Ragnar þarf að fá 240 stig hérna ef hann ætlar að komast upp fyrir Inga Má Björnsson. En hann tók hérna dekk á 20, það þýðir að hann þarf að fara 260 í hæðina sem þýðir það að hann verður að fara upp á brúnina. Því hliðið upp á brúninni gefur 250 stig og meter inn á brúninni 300 stig að hliðið. Sjá það, hann farið aðeins 200 stig, 580 stig, 20 stigum eftir Inga Má Björnssoni. Þá það Þór Þormar. Þessum bíl hefur faðir hans ekið í sumar, Páll Þormar, með tilþrifum á Akureyri en síðan hefur svo gamli aðeins róast. Þór Þormar hefur verið á sjónum í sumar á togara sem að gengur aðeins 10 mílur og það kannski háði honum í þessari keppni. Hann fór ekki nú hratt yfir og hér finnur hann ekki bakkirinn, 200 stig og það er löng brekka niður. En hann hættir við að velta... Nei. Ja, heldur var þetta nú rólegra heldur en á síðustlinu árið þar sem hann fór á svipuðum stað aftur fyrir sig og með miklum dynk þá velta hann niður. Stórskemmdi bílunum var frá að hverfa þar sem að veltibúrið skemmdist hjá honum en á meðan hraðin er lítill þá þola þessi bílar nánast hvað sem er. Og hér er hann búinn að drepa á annars eða hann geta bjargað sér frá veltu þarna áfram. Komiðnar 2 veltur, 3, 4, þetta er allt saman í rólihittunum. Og hafði ekkert hvað að gerast, hann bara lyftir öxlum. Þá er það Sigurður Sigþórsson, nýliði, hefur ekki keppt áður í torfærunni. Svo lítið hikandi. Það hefur sýnt sig í að þeir ná bestum árangri sem að halda vel áfram. Oft getur munað að komast meter lengra eða metranum lengra á ferðinni til þess að ná í grip til þess að halda áfram. Hann fær þó enga síður hér 190 stig, komið 440 stig. Bara Helgi Sjöt. Segja hann að við fyrst ná tökum á þessum bíl í fjórðum fyrir Íslandsmótsins sem framfór á Akranesi í júlímánuði. Hann lenti þar í öðru sæti. Gerir þetta laglega. Og refsilaust, 220 stig, það getur munað 20 stigin hérna. Gísli Gunnar Jónsson í fyrsta, Ingi Már Björnsson í öðru, Ragnar Skúlason í þriðja, Sturla Jónsson í fjórða og Haraldur Pétursson dátti niður í 5. sæti. Haraldur einum 120 stigum á eftir Gísla, fjórða þraut. Það upp það sem að Þór Þormar velti áðan og síðan á að reyna enn og aftur við sama stað og keppendur reyndu áðan. Hér fær Gísli 220 stig. Hvernig allt í það allir fái þarna 220 stig. Ingi Már mjög stórum öflugum dekkjum að framan en lítil dekkað aftan. Hann fær ekki með 140 stig hérna. Hér vantaði hraðan hjá honum. Ragnar Skúlason. Og þrátt fyrir að vera á litlum dekkjum að aftana þá kemst hann já þetta langt og alla leiðina eins langt eins og Gísli. Fær þó 20 refsistig fyrir að snerta þarna dekk. Þá er það Einar Gunnlaugsson sem er á hvað stærstum hjólbörðunum í þessari keppni. 210 stig. Það er ekki Sjöt. Með bíl sem að nánast er alveg eins og hjá Einari Gunnlaugssoni. Í öllum þessum bílum er sjálfskipting og sjálfskiptingin er þannig gerð að í henni er vökvi, olía og hún hitnar í þessum átökum og því hafa flest allir keppendur, ef ekki allir, brugða þar á það að setja olíukæli til þess að kæla olíuna. Því að ef olían hitnar yfir 140-150 gráður þá gefa sér þéttingar í sjálfskiptingunni og þrýstingur dettur niður og skiptingin hættir að vinna. Haraldur Pétursson. Sjá það, hann er alveg órægur við að fara á litlu dekkjunum að aftan þó að þessi laust í brekkunum, 220 stig og Haraldur Pétursson kemst þar með ásamt Helga Sjöt og Ragnari Skúlasyni upp í annað sætið og allir þessir þrír er aðeins 120 stigum á eftir Gísla Gunnari Jónssoni en 300 stig fást fyrir hverja þraut. Fjórða þraut, 5. þraut ætlaði að segja og hér byrjar
Gísli Gunnar Jónsson fór kannski heldur þetta í hliðarhallanum og tók 20 stig á sig þarna með því að snerta dekk. Missir hér svo niður hraðan og eins og stundum áður þá sest hann á kviðinn og klárar ekki þessa þraut, fara aðeins 200 stig, komið 1100 stig. Þetta þýðir það að hinir þrír sem eru þarna nálægt honum eiga möguleika á því að minnka munin niður í 20 stig. Þeir voru 120 stigum á eftir honum. Þetta Ásgeir Jamil og hann virðist ætla að setjast hér á kviðinn á sama stað og Gísli, en það hefst með glórinu og hann fer alla leið. 300 stig fyrir lengd en 30 refsistig, komið 950 stig eftir 5 þrautir. Það var Ingimar Björnsson. Og nú verður hann að fara alla leið, fá 300 stig hérna. Það þýðir ekki annað. Aðeins 230 stig. Hann tapar hér 70 stigum fyrir ekkert. Ragnar Skúlason, einn þeirra þriggja sem var 120 stigum eftir Gísla fyrir þessa þraut. Það var að komast yfir hrygginn sem að Gísli settist á og Ásgeir Jamil var næstum því kominn á. Já, þá er eftirleikurinn auðveldur, nema þegar þetta gerist. Og hann fær ekki nema 240 stig. 1020, hann þá 80 stigum frá fyrsta sætinu. Það var Helgi Sjött. Sjá það með því að fara rólega þannig í hliðarhallan, þá hafa menn fulla stjórn á því sem að verið að gera og lenda ekki í því að taka þarna eitt dekk og tapa 20 stigum. Alaglega gert, 300 stig og 1080, hann aðeins 20 stigum frá fyrsta sætinu. Og Sigurður Þ. Jónsson. Gaman reyndur í torfærunni, bæði í göttubílaflokki og nú síðust ári í sérútbúnarflokknum. Og hann fer allaleg, tekur dekk í endahlið á 25 stigum í mínus 275 stig fær hann. Haraldur Pétursson, hann var með 780 stig eins og Ragnar Skúlason og Helgi Sjött fyrir þessa þraut. Og eins og ávallt þá heldur hann vel áfram. Og hann virðist alltaf taka þetta á 300 stigum en missir þó afturhjólið þarna í endadekkið og fær 290 stig. 1070, komin í þriðja sætið og er nú 30 stigum frá fyrsta sætinu. Sigurður Axelsson, sigurvegarinn frá því í fyrra í fyrstu umferðinni. Hann fær 275 stig. Og staðan þá hér, Gísli Gunnar Jónsson efstur með 1100 stig, Helgi Sjött með 1080, Haraldur Pétursson 1070 og Ragnar Skúlason með 1020 stig. Ingimar Björnsson er í 5. sæti með 970 stig. Og hjá okkur fer Ingimar fyrstur í 7. og 3. síðustu þraut. Og fær 290 stig. Þannig að hann er ekki út úr slagnum fyrsta sætið, þá var það Ragnar Skúlason. Ragnar, hér vantar hraða ákveðni. Það er laust þarna neðal í brekkunni, hann þarf, 180 stig og þar með eru hans möguleikar á fyrsta sæti nánast úr sögunni. Einar Gunnlaugsson hefur alltaf átt í vandræðum í gryfjónum fyrir ofan Sandskeið, fær hans 220 stig hér og blanda sér ekki í toppbaráttuna. Helgi Sjött. Hvergi gefið eftir en það er eins og að það vanti meiri snúning á hjólinn, meiri hraða og hann fær ekki með 230 stig, tapar 70 stigum hérna. Þetta er dýrt. Reiknum á með að bæði Haraldur Pétursson og Gísli Gunnar Jónsson fari alla leið og þá ekst munurinn aftur. Haraldur klórar sig hér á sínum Músó alla leið, 300 stig, 1370. Það var að sjá hvað Gísli gerir. Já, 300 stig líka, þannig að það munar enn 30 stigum á honum og Haraldi,
Helgi Sjött kominn í 3. sæti og nú 90 stigum frá fyrsta sætinu í staðinn fyrir 20 fyrir þessa þraut. Ingi Már Björnsson kominn fyrir Ragnar Skúlason með 1260 stig. En við förum í 7. og næstsíðustu þraut og hér fyrstur nýliðinn í torfærunni Sigurður Sigþórsson. Hver þvottagrindinni sem að Viðar Sigþórsson hefur ekið í sumar. Fer varlega hér en tínir niður dekkin, búinn að taka niður 2 dekk hér á 100 í mínus eða 50 í mínus hvort sig. Ef að ekið þannig að eitt hjól bifreiðarinnar fyrir utan merkingar í brautum að þá tapast 50 stig. Ef að 3 hjól fyrir utan merkingar þá tapast 100 stig. Og þið sjáu það, hann tapar 100 stigum á þessu, fær hans 200 stig fyrir brautina. Það var Helgi. Þetta spurningin hraða þarna í gegnum fyrsta hliðið, hann tekur þetta dekk á 50 stigum í mínus. Og svo að hanga nógu ofarlega í brautinni. Hann aðeins með 50 refsistig. Og það sem nú gerist hjá honum það að olían orðin of heit, kælingin á sjálfskiptingum ekki nægjanlega mikil hjá honum og því hættir sjálfskiptingin að vinna og hjólin hætti að snúast. Því fer Helgi ekki upp og fær 180 stig hérna. Haraldur Pétursson, sjáu þið, meiri hraði og þá komast þeir upp fyrir dekki þarna í upphæðu brautar. Það greinilegt að Haraldur stefnir hér á 300 stig þessari þraut. Það munar 30 stigum á honum og Gísla í slagnum fyrsta sætið. Fer hér vel út fyrir brautinni eins langt eins og hann telur að sé í lagi og það telur dómarinn líka og hann fer á 300 stigum. Gísli snerti hins vegar dekkið í þessu hliði sem hann var að fara í gegnum að ofanverðu, svo ant var honum það að láta bílinn ekki renna á dekkið neðar í hliðinu og þar fóru 20 stig. Ef hann fer hér alla leið þá munar aðeins 10 stigum á fyrsta og öðru sæti fyrir síðustu þraut sem tímabraut. Við sjáum það, 280 stig, 1680 og honum var vel fagnað af sínum stuðningsmönnum. Það munar aðeins 10 stigum á fyrsta og öðru. Helgi Sjött í 3., Ingi Már í 4. og Ragnar Skúlason í 5. sæti. Gísli, það ennþá fóristan en það tæft núna. Það orðið mjög tæft núna, já. Og að þessu einþraut eftir? Já, hvað mörg stigum? 10 stigum sagt. Á milli? Á milli. Þín og halva. Trúið nú alveg, en maður verður að kyngja því. Þannig að það snýst allt síðustu þrautina? Já, það nú sannlega, það snýst allt hana. Það smá gallið að fara glamur hérna í bílnum mér. Nú það? Já. En hún verður þá bara að halda síðustu þraut, það þýðir ekkert annað. Já, hún springur það bara. Já, það mikið að lagt á Gísla, hann hefur oft lent í öðru sæti. Hann hins vegar hafði tilfinningu fyrir því að það væri gírkassin sem væri að bila, þannig hann ákvaði að setja í annan gír og keyra eingöngu í honum. Það minna álag á skiptinguna og það dugði honum. Hann náði öðrum besta tímanum og fekk aðeins 30 refsistig í þessari braut á meðan að Haraldur Pétursson fekk 50 refsistig og þegar upp að staðið þá urðu úrslit þessi: Gísli Gunnar Jónsson í fyrsta sæti með 1920 stig, Haraldur Pétursson í öðru sæti og það munar 50 stigum á þeim, 50 stigum sem að Haraldur Pétursson tapaði í 3. braut þegar hann virkist á hliðum. En seinni umferðin fer fram eftir hálfan mánuð og þar verður örugglega harður slagur á milli þessara tveggja svo annara. En við förum í götubílaflokkin og hér það Rafnar Arnar Guðjónsson sem fékk 50 stig í braut nummer 2 í fyrstu þraut sem var tímabraut. Þar var Gunnar Guðmundsson að hverfa frá vegna bilunar í gírkassa en hann var mættur með nýjan mótor í bílinn hjá sér. Þannig að í götubílaflokki voru aðeins 3 keppendur sem voru að slást fyrsta sætið og það var jöfn og spennandi keppni. Hrólfur Árni Borgarsson kominn hér með 330 stig eftir 2 þrautir. Rafnar Arnar í 3. sæti með 290 stig en Gunnar Pálmi sem varð Íslands og bikarmeistari í fyrra með 360 stig í fyrsta sæti eftir 2 þrautir og fer fyrstur í 3. þraut. Sama þraut og í sérútbúnaflokknum en á eftir sérútbúnaflokknum, þannig að fyrsta barðið var orðið nánast slétt og kominn svona góður vegur til þess að keyra eftir. Mér sýndist nú Gunnar Pálmi snerta þarna dekkið en hann slapp þó refsilaust, veltur og fer hann niður eða ekki? Nei, hann fór ekki sömu leið og Þór Þormar. Þór Hrólfur Árni. Rétt aðeins snertir dekkið en það nóg 20 stig í mínus þarna.
og eins og í sérútmálaflokknum þá bara mátaðir bílana þarna upp í 180 stig fær Hrólfur. Þá það Rafn Arnar. Þess má geta að næstu helgi fer fram næst síðasta umferðin í rallycrossi á sunnudaginn kemur á brautinni við Krýsuvíkurveginn sunnan Hafnarfjarðar í Kapellurhrauni. Flesta var einnig umferð í sumar þannig að þessi umferð sem vera átti sú síðasta verður sú næst síðasta umferðin fer fram daginn eftir að síðasta umferðin í Íslandsmótinu í torfæri fer fram á Hellu miðjan septembermánuð. Gunnar Pálmi er efstur með 70 stiga forskot á Hrólf og Rafn Arnar. Fjórða þraut. Hér velja keppendur það allavega Hrólfur að fara mjög utarlega og rétt klóra í gegnum hliðið þarna. Það var svona hálf ókleift barð. Hann tekur á sig 50 stig refsingu við það. Og fer síðan alla leið, það er 85 refsistig, 215 alls. Komið 725 stig. Og Rafn Arnar fer sömu leið, búin að sjá að þetta gekk ágætlega hjá Hrólfi, en brýtur hér afturdrif og á framdrifinu þá komast þessir jeppar nánast ekki á jafnsléttu og Rafn er ekki sérstaklega hress með þetta. Það er rangt sem stendur að hann fengið 240 stig, hann fór náttúrulega ekki alla leið og fekk aðeins 160 stig út úr þessari þraut. Þá er það í bestu velvirðingar á því, þá er það Gunnar Pálmi. Hann var með 70 stiga forskot á Hrólf og Rafn fyrir þessa þraut. Rafn fór ekki alla leið þannig að hann dregst aðeins aftur úr. Gunnar Pálmi fyrir alla leið en fær ekki nema 190 stig, 770 alls. Og þá munar 45 stigum á Gunnari Pálma og Hrólfi í slagnum fyrsta sætið. Rafn er aðeins að dragast aftur úr. En þó aldrei sé aldrei, það fást 300 stig fyrir hverja þraut og svo fór Rafn bara með látum í 50 þraut og fær aðeins 30 stig. Var þarna á leiðinni í glöttun, var að fara að velta og bjargaði sig kannski frá því með vingjöf. En 30 stig var ekki mikið fyrir eina þraut. Og Gunnar Pálmi, hann fær 110 stig. Það þarf að halda ákveðið áfram þarna. Bara ná upp hraðanum og láta hjólinn snúast. Sjáu þið Hrólf. Vel gert. Það saxar við erulega á forskot Gunnars Pálma hérna. 150 stig fær hann fyrir þrautina, 875. Og þá munar aðeins 5 stigum á honum og Gunnari Pálma. Rafn Arnar er komin 180 stigum frá fyrsta sætinu og möguleikarnir minnka jafnt og þétt. Í sjöttu þraut þá áttu þeir að aka sömu leið og sérúttunarflokkurinn og þar var það Hrólfur einn sem komst þetta langt og lengra en bæði Rafn Arnar og Gunnar Pálmi fóru ekki gegnum fyrsta hliðið. Gunnar Pálmi fekk aðeins 30 stig fyrir brautina og Rafn Arnar 20 stig. Eins og er Hrólfur svolítið grófur á dekkjunum þarna, merkingum brautarinnar og hann er búinn að draga að sér svolítið refsingu. Safna saman 90 refsistigum og fær því 70 stig fyrir brautina, 945 og búinn að taka forskot á Gunnar Pálma upp á 35 stig, 2 þrautir eftir og þar á við önnur þeirra tímaþraut þar sem að besti tíminn gefur 300 stig, annar besti tíminn 270 og þriði besti tíminn 250 stig. 7. á næst síðasta þraut. Hrólfur hann leggur ekki í hana, tekur sig, hann fær aðeins 80 stig hérna. Rafn Arnar búinn að semja á Gunnar Pálma að reyna. Og hann lætur vaða upp í skýin sem voru þarna rétt fyrir ofan. Það helli ringdi allan daginn í logni, fekk 100 stig og Gunnar Pálmi gat ekki verið minni maður. Hann reyndi og fekk 90 stig, aðeins 10 stigum meira heldur en Hrólfur Borgarsson og það var aðeins ein þraut eftir og það munaði 25 stigum á fyrsta og öðru sæti. 30 stig skilja á milli besta tíma og annars besta tíma í tímabrautinni. Og það var nákvæmlega það sem að gerðist. Gunnar Pálmi náði besta tímanum, fekk 240 stig eftir að refsingar hefur verið dregnar frá að meðan að Hrólfur fekk 210 og því urðu úrslit þau að Gunnar Pálmi fór upp fyrir og sigraði með 5 stigum á Hrólf á Borgarsson. Önnur umferðin fyrir fram eftir hálfa mánuð á þessum sama stað. Við verðum að sjálfsögðu þar og sýnum ykkur myndir frá því en þangað til í næstu viku. Bless.
Motorsport á Stöð 2. Í boði Toyota. Táknum gæði. Sonax bílabón. Mest selda bón á Íslandi.